Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Nú úr handboltanum yfir í fimmleikana, en helgina náðist þá frábær árangur hjá landsliðum okkar í hópfimmleikum og já, það var EM í hópfimmleikum þessa helgi og línun er í komið með hana Evu Grímsdóttir sem var í meistaraflokki kvenna sem unnu til silfurverðlauna. Komdu heil og sæl og velkomin til landsins. Takk fyrir það. Það. Ég hefði það bara ágætt. Já. Ég nældi mér undir í einhverjum magapest eins og fleiri í ferðinni. Nú, hvað magapest á það? Já, ég veit ekki. Það var eitthvað svona leiðindi að ganga. Já. Veit ekki hvort það hefur verið eitthvað matur en eitthvað leiðis, en það allavega, já. Já, þannig að það hefur verið svona aðeins verið að eitra fyrir ykkur, þannig að þið myndi ekki verða Evrópumeistarar. Já, mögulega, nei. Ég vona nú ekki. Nei, en já, þá kannski að landsliðunum okkar, já, þið náðu þeim frábæra árangri að ná til silfurverðlauna. Þið eru væntanlega ekki bara sátta með árangurinn? Nei. Nei? Ef ég á reynskilin, þá erum við ekki sáttar með árangurinn. Já, það er einmitt það sem ég grunaði. Þið eru svo stórkostlegar því að maður, sko, venjulega þá eru, já, við tökum fótboltann til dæmis, við erum sáttið með að lenda í 8 úrslitum og svona í knattspyrnu. Nei, en þegar kemur að eitthvað fimmleika fólkinu, þá er það bara gullið ekkert annað. Nákvæmlega, jú, við stöndum alltaf á gullið og það er ekkert fimmnismál í það. Já. Og við áttum allan möguleika á því, en það er bara svona atriði sem að maður getur ekkert ráðið við. Nei, nákvæmlega. Og já, við gerum bara ótrúlega gott mót og erum svo sem alveg sáttur við það. Já. Þetta var bara gaman og það er það sem situr í minningunni, sko. Já. Þetta hafi verið skemmtilegt. Já. En þið voruð það ekki bara að lenda í dag til Íslands eða? Já, núna á þessum sólarhring allavega í nótt. Já, nákvæmlega. Eftir seint í nótt. Og það er mikið búið að vera hjá ykkur, já, allan að með ykkur selfisingana, þá var bara það ekki verið að taka mót ykkur núna í kvöld í íþróttahúsinu? Jú, það var í Bauluxunan 7, alveg æðislegt fólk sem að tóka mót okkur. Já. En já, við förum í gegnum mótið sjálft, hérna undirbúningurinn fyrir EM, þið eruð það ekki búin að æfa síðan í janúar, alveg bara heil steift? Já, það byrjaði landsliðsúrtökur bara, ég held að fyrsta æfingin hafi verið í lok desember og svo var önnur í janúar og svo einhver önnur í februar eitthvað svo leis. Þannig að þetta byrjaði alveg bara, já, það taka allt árið undirbúningurinn í rauninni. Já. Og þið ætluðu ykkur gull allan tíman, en ég meina, er ekki bara gott silfur betur en gull? Já, það er það sem ég hef sagt. Okkur finnst það ekki. Nei, nákvæmlega. En eins og ég segi, þetta var ótrúlega skemmtilegt og við gerðum í rauninni okkur besta. En var ykkur, já, voru ykkur lönd sem kom ykkur á óvart? Var ykkur lönd sem voru orðin svona sterkar en hafa verið áður? Já, ég verð að segja allavega í kvennakenni og fannst með Danmörk vera búið að stíga rosalega mikið upp. Komum með miklu sterkara liðaldur en þær hafa verið með. Og bara allar þessar þjóðir sem að hafa verið að bæta inn í þessa íþrótt, Bretland og Holland og svona svoleiðis lönd sem er prófað sig áfram eru virkilega að stíga upp. Já. Gera góða hluti. Já. En já, þú væntanlega það ekki náðu að fylgjast með hinu liðunum og já, meðal annars meistaraflokkur blandara liða. Þar var brons sem að þau nefndu. Já. Það var frábær árangur og mixliðið frá Íslandi hefur ekki áður náð palli á medalji á Evrópumóti, þannig að þetta var rosalega flott hjá þeim. Já, nákvæmlega. Og áttu rosalega góðan úrslitadag. Áttu ekki eins gott mót í undanúrslitum, en bara rifur sig rækilega upp þarna fyrir laugardaginn. Já, nákvæmlega. Var það ekki líka þannig hjá blandaðaliðinu að bara þau lentu já, í smá vandræðum þarna á tímabili því að það þurfti einn úr liðinu að forfallast? Jú, það voru veikindi. Það var þessi magapína sem var að angra fólk og það þurfti bara
það gera, ég held alveg stóra breytingar í hópnum út af því. Já. En það bara sýnir hversu sjúklegt þetta lið og liðsheildin þegar unnu rosalega vel saman. En, þetta, hafa þeim ekkert. Nákvæmlega. En það voru hins vegar gullverðlaun sem komu heim og þú þekkir það, þú hefur verið í unglingalandslið sem hefur komið heim með gullverðlaun og það var stúlknalið okkar. Já, útrúlega flott og við einmitt horfum á þær. Áttu gríðlega gott mót. Já. Ótrúlega gaman að horfa á þær. Bara sterkar stelpur sem að að fara gera fyrir íþrótt að þessari stóru íþrótt sem að hún gaman að sjá einmitt svona sterkar stelpur að koma inn og bara hlaka til að fylgjast með þeim í framtíðinni og vonandi kannski með við leiði einhvern tímann. En hvað það sem að stúlknaliðið hafði til dæmis nú kannski almenn hlustundinn áttar sig ekki á því, hvað það sem að stúlknaliðið hafði fram yfir til dæmis önnur lið? Sko það í fyrsta með öll íslensku liðin þá erum við náttúrulega það lítið land að við höfum frammiður öll hinliðin að við getum eftir og svo mikið saman. Já. Og við erum að koma með svo sterska liðsheild, við erum svo náin lið, við erum að vinna svo vel saman. Þannig að ég held að við höfum þar rosalega mikið yfir hin liðin. Og það þurfi ekki að fara fjöldamarga kílómetra til þess að ná æfingu saman. Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega. Og það kannski sem að gerir okkur sérstaklega Íslendinga í fimmleikunum, en svona núna í framhaldinu, hvað núna tekur við hjá þér til dæmis núna eftir þetta Evrópumót? Já, það bara ná sér niður núna og svo bara halda áfram að æfa og svo stefnum sett á Norðurlandamót á næsta ári. Sem ekki ennþá komið held ég á hreint hvar það haldið. Nei. En það næsta dag sko, Norðurlandamót. Við gleymum náttúrulega að koma inn á eða ekki blandaliðið 18, þau náðu sér í brons. Það svolítið gaman að fylgjast með því núna að það nú ekki langt síðan að bara Íslendingar náðu að tefla fram svona einmitt blönduðu góðu liði. Nei, og alls ekki einmitt svona rosalega góðum árangri. Það var mjög vel gert hjá þeim að taka þetta brons. Því að það var mjög lítill munur á þeim og liðinu sem var í 4. sæti fyrir neðan. Þannig að þau byggðu spennt eftir dansingunni og fengu svo gríðarlega góða einhvern að þau náðu 3. sætinu. En hvernig var svona stemningin hann úti? Var mikið áhorfendum og fleira? Já, nefnilega. Ísland átti eiginlega bara stúkuna. Já. Þetta var alveg óvindalegt. Þetta gerði ferðina bara að þessari góðu ferð sem hann var sko að hafa allir Íslendinga í stúkunni bara magnað að fá þetta fólk út í Slóveníu og fylgjast með okkur. Já, og mér fannst helmingurinn að liðinu vera frá Selfossi. Ótrúlega margir Selfossingar sem að fylgdu okkar fólki út. Þannig að það var mjög gaman. Og var tekið fræga þarna úr knattspyrnunni, þetta fræga hú eða var bara alvöru? Já, það var reyndar tekið. Það var alveg gaman. Gerði svona svolítið stemmingu. Já. Og það voru nokkri sem að koma að horfa á æfingu líka á miðvikudeginum og það bara, við vorum eiginlega bara eina liðið þarna. Við áttum bara á að það voru allir að horfa á okkur. Og ég get ekkert verið feimin að segja það að við kvennalið allavega vorum besta liðið í kvennakeppninni sko, þó að við höfum tekið silfrið í þetta skipti. Þá, eins og segja, verði enda oft þannig, en svona yfir allt þá var það svona orðrúmurinn að við værum besta liðið og það kom svolítið fólki á óvart að við höfum ekki tekið gullið. En það er bara dómarskandal. Já, segðu þið. Nákvæmlega, það þarf að horfa á þetta í endursýningu. En svona í lokin áður en ég slepp þér, þá verð ég að spyrja þig svona, nú ertu búin að keppa svona á stórmótun síðan þú varst 16 ára gömul eða ekki? Rétt hjá mér, munað? 15 ára. 15 ára, þá byrjaði ég já, nákvæmlega. Að keppa. Já. Hvernig eru svona
aðstæður til fimmleika hérna á Íslandi svona miða við þessi stóru lönd sem við erum að keppa við eins og í hópfimmleikum? Já, við erum með ótrúlega góða aðstöðu. Ótrúlega. Danmörk er svolítið fram í ára fyrir að það eru svona eftirskóli eða þannig úti, þannig að þeir eru með rosalega góða aðstöðu líka. Eva Grímsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi þið sem allra best og já, bara áfram Ísland. Nákvæmlega, takk fyrir mig. Takk sömuleiðis. Bye bye. Já, frábær árangur hjá íslenska landsliðinu okkar í hópfimmleikum og líkt á hann kom inn á þá var hann náttúrulega meistaraflokkur kvenna unnu til silfurverðlauna og já, þær voru náttúrulega bara ósáttar, vildu bara náttúrulega fá gullið og það þarf endilega að fara að skoða það hvort það átti ekki bara skilið gullið. En meistaraflokkur blandaraliða vann til bronsverðlauna og það var fyrsta skiptið sem að blandalið frá Íslandi í meistaraflokki endar á pall. Stúlknalið U18 unnu til gullverðlauna og svo blandalið U18 var í bronsverðlauna. Meira en þetta inn á fimmleikasamband.is. En við ætlum að skipta núna örstutt yfir í knattspyrnu hér innan skamms og já, það ætlum við að heyra, taka viðtal við nýráðinn knattspyrnuþjálfara Vals í kvenna. Það er hann Úlfur Blandón og hann kom hérna Gróttu upp í fyrstu deildina í Kallamegin í sumar og það var tilkynnt núna helgina að hann yrði þjálfari Vals. Það er ekki langt, sportátturinn með ykkur hérna til klukkan 10:30 í kvöld. Körfubolti einnig eftir í lok þáttar, farið ekki langt. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.